Jæja, komið sæl, þá fer leikur Víkings og IBVU senn að hefjast í grill 66 deild kvenna. Fyrsta umferð á nýju ári og svona eftir þó nokkra pásu í skrítnu árferði þá er hætt við því að þetta verði þessi leikur beri svolítið keim af því og við verðum gaman að sjá hvernig þetta þróast. IBVU þetta er bara ungar og efnilega stelpur sem hafa held ég unnið til einhverja verðlauna í 5. og 4. flokki og já þannig að þær eru eiga framtíðina fyrir sér, nokkrar hérna fá þarna frábæran vettvang með ungmennileginu á hann að fara upp í ólísteildina með aðaliðinu fá að vaksa á dafna og þróa sinn leik. Já, Ester grípur ekki boltan þetta og það er hún Þóra Björg Stefánsdóttir sem að bregst þarna bóðalistinn. Einn B kallar Arna Þyri, hún er náttúrulega úr Eyjum eins og allir vita. Já, boltan yfir. Já, Auður Brynja óöppin. Hörku skot. Fer í slána. Víkingslið hérna í 5-1 vörn. Ester fyrir framann. Og hún er hérna hún Aníta Björk vinstra megin og á miðjunni Sara Sif. Svo er það Ólöf María hérna hægra megin. Stelpa sem er held í alveg upp í Fram. Flutti með Ásgeiri Snæ, kærasta sínum sem spila með kallaliðinu. Gott að vera í Eyjum, það vita það allir. Já, þetta var klaufalegt eins og ég sagði áðan í byrjun leiks. Þetta er alltaf svona hjá bæði kalla og kvennaliðum, svona fyrsti leikur eftir langa pásu í skrítnu árferði. Það var bara þetta eðlilegt, liðin svona komið sér aftur í takt. Þannig að það væri sterkt að ná í 2 stig hérna í dag og halda áfram að safna stigum í deildinni. Ég sé að Andri Berg Haraldsson, stjórnarliði Víkingsstúlkna í fjarveru Siffa í dag. Ég hef ekki búin að heyra hvað er með Siffa, getur verið hans í sótkví. Já, laglega gert hjá Söru Sif. Klárar þetta vel. Já, það er Katla Arnarsdóttir hérna fyrir framann í 5-1 vörninni. Dóttir Arnars Péturssonar. Já. Auður Brynja búin að róa upp hérna upp á leiks. Skauti slá á þann, hún í stöng. Já, það fari hérna í kæruhreyfingu. Ólöf
Þarna hefði Ólafur Mari átt að ekki stoppa flæðið á boltanum, komið hann yfir. Vel spilað hjá hann í horn. En Þóra Björg brennir af. Já, kemur Ástþór Spyrta í og það Auður að fara að stilla miðið. Þriðja skotið hennar sem hún brennir af. Auður Brynja verið frábær í vetur, bætt sig gríðarlega mikið, ótrúlega duglega æfa þessi stelpa. Nóg eftir, hún á örugglega eftir að taka 12-15 skot í viðbót. Við þurfum að fá 7-8 mörk frá henni hverjum einasta leik. Já, Sara Sif aðeins og lengi að losa hann. Sýndist vera komin í viðtala hérna hinum megin, hægra megin. Já, góð vörn. Og þá það leikmaður nummer 2, Ingibjörg Olsen. Skorar hérna lagalegt mark úr horninu. Frábær sending. Ástþór Spyrta óöppin. Ástþór Ás, einungis 16 ára, að ná sér í mikla og góða reynslu. Sautján ára vildi ég sagt hafa og hefur staðið sig mjög vel í vetur, kom óvænt inn í liðið og stimplaði sig vel inn. Og þetta bara það sem við þurfum að gera í Víking, að gefa ungum og uppöldum leikmönnum okkar séns. En hún klárar næsta færi, klálega. En staðan hérna orðið 3-0 eftir rúma 7 mínútur. Þetta svona það verður nú eiginlega að taka það fram að Víkingsliðið búið að vera svolítið í sótkví. Ég held að segja ennþá einhverjir í sótkví og einhverjir leikmenn búin að fá COVID, held ég. En frábærlega klára hjá Elínu Helgu. En auðvitað náttúrulega hefur það mikil áhrif á liðið ef liðið getur ekki æft saman og fjarverandi vegna sótkvíjar og einangrunar. Þannig að það ekkert skrítið að við séum hérna smá ryðgaðar í byrjun. Það vantar bara aðeins svona meira fjör og meira líf í þetta. Já, þetta var nú bara virkilega vel gert hjá Ólöfu Maríu. Lungin hérna fór í gegn. Og hérna Auður Brynja sjálfsögðu, ef engin stígur út í hana þá á hún bara að drita 15-18 skotum í hverjum einasta leik. Það nú bara þannig. 2-4. Já, Aníta Björk með lungi mark sem var ekki dæmt gilt. Emilía Dögg, já.
á boltan yfir og hornið. Glæsilegt. Ester Inga fer þarna milli 1 og 2. Skora gott mark. Já. Þetta fótur. Þetta heitir fótur á fagmáli en dómarinn sá þetta ekki alveg. Já, Arna kemur hérna aðeins vinstra megin. Auður hérna á miðunni, spurning hvaða kerfi kemur núna. Já, glæsilegt. Það þarf ekki alltaf að vera flókið. Hörku skot hjá Auði Brynju. Líkt og í sókninu undan þá steig enginn út í hana. Þá er þetta bara visla. Já. Anita með máttlaust skot. Já, gömul og góð regla í handboltanum ef maður eitthvað kerfi virkar einu sinni þá spila það aftur strax. Þannig að, já. Flott og skjóttu. Glæsilega spila hjá Örnu Þyri hérna niður í vinstra horn. Losaði með veikari hendi og Sigurlaug klárar hérna. Sigurlaug nýtir tegin yfirleitt mjög vel. Og góð afgreiðsla hjá henni. Eftir erfiðar uppáhaldsmínútur þá er allt annað að sjá til Víkisliðsins núna. Já, Óli María með skot í skrefinu, Emilette Ögver. Já, bolt. Bylming skot hjá Auði Brynju. Óheppinn. Já, Sigurður Bragason, þjálfari IBVF Stúlkna, tekur hérna leikli. Siggi bæði með aðaliðið og öliðið. Þess mátti gaman sketta að Sigurður spilaði með Víking hérna fyrir 20 pluss árum. Tók held ég 1 tímabil en hann flutti upp á land og ber hlýjar tilfinningar til félagsins. Það er nú ágætis tenging milli leikmanna sem hafa spilað með eða sem eru úr Eyjum og hafa spilað með Víking.
Þannig að bara gaman að því. Já, Anita dregur aftur frá og Ingibjörg Olsen fær þetta mikið pláss. Ólöf María fer þá inn á línu, 4-2. Já. Já. Bríett Ómarsdóttir skorar hérna miklu harðfylgi. Ágætis línusetning hjá Anitu. Það var ekki mikill afgangur að þessu en boltinn skilaði sér á endanum inn á línu og úr var mark. Já, áfram boltan, láta boltan vinna, ekki stoppa flæðið. Áfram, áfram. Já. Auður Brynja óöpinn. Já, góð hjálpavörn hjá Auði Brynju. Arna Þyrí var hérna við það að missa hana en Auður kemur í hjálpina. Aftur spilaði sama Ólöf María fyrir inn, 4-2. Anita dregur frá, vel varið á Emilu Dögg. Já, aðeins að keyra hratt upp og þau jafnvel leysinn á móti. Aðeins að glæsilegt. Auður Brynja kemur okkur yfir í 6-5. IPF-stelpunar ekkert mikið fyrir að stíga út í hana. Já, frábær rykking hjá Bríett. Var næstum komin í gegn. Og ég verði að gefa Ingibjörgu Olsen kredit fyrir gott hornaspil hérna. Koma henni í gólfið. En Emilia Dögg varði vel. Þá kemur leikmaður númer 3 inn á hjá okkur, Guðrún María Ræjat. Bara frábært að fá að sjá nýtt andlit og þessi komið nýr leikmaður. Hún er, já, allt í góðu, óheppin. Hún kemur held ég frá IR. En bara, já, Elín laus. Já. Glæsilegt. Sigurlaug klárar. Ester gaf sér góðan tíma í að dreifla upp völlin þarna en boltinn endaði niður í horni og það er fyrir öllu. En eins og ég segi með Guðrúnu, það er bara frábært að fá fleiri leikmenn í æfingahópinn og liðið. Já. Góð samvinna þetta hjá Anitu og Bríett. Já, óheppin Guðrún. Tekur hérna 2 skot í röð. Bara ekkert af því, en oft svona talað þegar maður kemur inn á að takta inn í leikinn. En allt í góðu, áfram gakk. Já.
Virkilega vel gert hjá Bríett, grípur hérna boltan vel og er snögg að snúa. Já, Ester með mikið pláss, óöppin. Þetta er hreyfing sem við höfum séð oft hjá Ester, mjög kvik á fæti. Þarf að bæta við skotum í skrefinu í sitt vopnabúr. Já, skemmtileg flétta hérna og Elín Helga með vippu. Já. Staðan 7-7. Þetta er skref, já. Góð dómur hjá Guðbirni. Alla leið. Já. Já, þetta er bara samræmi báðum megin. Það hefði alveg verið hægt að dæma vítakast báðum megin en dómarinn er ákveðið að sleppa því. Báðum endur vallarins og það er bara það sem maður er alltaf að biðja samræmi. Átta 7. Árún Sara Sif komin hérna á miðuna. Já. Já, Andri Berg setur hérna Guðrún að hægra megin. Ég held að það sé bara fínt, fáið þið aftur inn á aðeins að hreyfa við liðinu. Já. Hérna hefði Auður átt að sleppa dripplinu. Klára skrefins í 3, eiga drippli inni. Ástrós verður að koma svolítið í blokk fyrir Auði. Þannig að Auður fái meira pláss. Já. Áfram yfir og Guðrún, farað á þetta. Já, óöppin, allt í góðu. Þetta er hávaxin stelpa sem að hérna styrkir breiddina hjá okkur. Og hérna hún á bara eftir að vonandi stimpla sig flott inn hjá okkur í Víking. Þá er Herdís Eiríksdóttir komin inn á miðuna, nei inn á línuna vildi ég sagt hafa. Já. Hendi komin upp hjá Aroni og Guðbirni, dómurinn leiksins. Og nú þurfum við bara aðeins að stíga út í þær og pressa þær. Ekki leifa að taka skotið.
Já. Óleik vinstri, kallar Andri Berg. Ég held að það sé fínt á móti svona vörn. Fá 2 línur og búið til pláss og hreyfingar. Að sjálfsögðu Auður Brynja skorar, kemur okkur í 9-7 yfir. Á móti 5-1 vörn er oft gríðarlega effektíft að fara í 4-2. Já, hérna. Já, Andri Berg kallar Róa. Ekkert annað í stöðunni. Flott, aftur óleik vinstri. Nú þarf Auður að skoða. Ef þær stíga út í hana, þá verður hann bara að gefa yfir. Já. Hérna. Já. Þóra Björg, gott mark. Góða hendi, örfend og staðan var 9-8. Já, ég kalla eftir því að Guðrún María hérna sækir svolítið á, horfa á markið. Já, alla leið. Hérna átti Guðrún bara að fara alla leið. Já, nú fyrir að styttast í að höndin komi upp vandalega. Eitt vinstri, Ástrós leggst þarna á hornamanninn, Emil 1 og 2. Já. Skjóttu Guðrún. Allt í góðu. Tuttugu hægri kallar Siggi Braga. Herdís hérna milli 1 og 2. Já. Já. Hárréttu dómur. Ólöf María fer hérna milli 1 og 2. Og Þóra Björg jafnar hérna 9-9. 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Arna Þyrí komin aftur inn á. Þessi leikur gæti orðið svona bara allt til enda. Svona 1-2 mörk verður ansi jafn. Vel spila hjá Örnu Þyrí. Sá þarna hornamaðurinn steiga aðeins út. Ætlaði að reyna að fiska sendinguna yfir í hægri skiptuna.
Þá gaf hún bara langan bolta niður í horn og Elín Helga kláraði þetta vel. Já. Góð hreyfing hérna hjá Söru Sif. Lunginn leikmaður. Alla leið, Auður. Glæsilegt. Yfirhanda fintan. Já, Helga Lúðvíka, góða vörn. Virkilega góð línusending í Ólöfu Maríu, Herdís, brest bóleistinn, nú er að keyra hratt upp, skilja hana eftir. Við erum 6 og 5, horni laust. Auður. Óskynsum hérna. Já. Emilia varði og hérna fjarar þetta út. 11-10 í hálfleik fyrir okkur. Og við tökum okkur smá hlé og komum að vörmu spori í seinni hálfleik.
Jæja, þá seinni hálfleikur hér hafinn. Ellefu 10 fyrir okkur. Já. Góð blokk hjá Bríett. Og Anita, góð hugsun hjá henni að reyna að koma boltanum inn á hana. Já, góð vörn hjá Sigurlaugu, stígu hérna vel út í hendi komin upp. Þar þurfa að fá skot. Já, við þurfum að klukka. Nei, á lína. Jæja, IBF lið fer hérna í 5+1 vörn. Katla, dóttir Adda B. Fer hérna á Auði Brynju og þá eðlilega skapast meira pláss fyrir aðra leikmenn. Ester ekki lengi að nýta sig þetta. Já, Guðbjörn. Dæmir hérna vítakast og Þóra Björg og lætur Emilíu Dögg verja frá sér. Þetta mjög gott móralst upp á stemminguna og gleðina. Já, Arna leysir inn. Já, þetta var ekki gott. Sóknarleikur Víkings mun reiðlast mjög við þetta útspil Sigurðar. Fær í 5+1. Við þurfum að finna lausnir. Andri Berg þarf að vera klókur. Já, þetta skref. Þarna hefði brátt að dæma aukakast. Hún var á 5. skrefi hérna. En oft sem sóknarmenn fá svona einhvern frían séns í svona stöðu. Einn vinstri, Silla leysir inn. Já, Auður dregur frá. Ekki dáta, já. Það nú alveg mátt dæma vítakast á þetta, satt best að segja, en sem betur verið fyrir okkur. Já, spurning hvort við fara aftur í eitt vinstri. Silla leysir inn. Já, alla leið. Það sjálfsögðu. Eitt feik. Þykja sendin á miðju. Og keyra bara í gegn á þetta.
13-11. Já, Bríet skýtur fram, já. Já, við þurfum að... Arna Þýri heppin hérna. Rétt náða festa taka boltan. Andri Berg segir Ástrásu að vera milli 1 og 2. Væntanlega Silla kemur væntanlega inn í það. Já, flott. Arna Þýri óöppin. Að gera, láta vaða. Já. Þóra Björg kastar hérna beint út af. Já. Auður komin hérna miðuna. Spurning hvort við förum í stöðuskipti. Kæró, já. Katla eldir. Auði. Arna Þýri þarf að klippa Auði inn. Já, flott. Glæsilegt. Já, vel gert hjá Aroni dómara. Góð dómgæsla. Ekkert annað en 2 mínútna brottvísun. Jæja. Auður aðeins breiðar á vellinum. Við erum einum fleiri. Já, boltinn vantarlega endar í hægra horninu. Gruna mig. Nei, Ólósa. Við verðum að nýta okkur svona yfirtölu. Fara aftur í sama. Já. Nei. Var ekki komin alveg nógu langt til þess að þessi vítakast. Munaði litlu samt. Glæsilegt. Arna Þýri með gott skrefskot. Og Tanja Rós kemur þetta út af. Og IBF ákveður að spila 6 og 6. Já. Siggi hefur séð nóg, ákveður að taka time out.
Sjö hægri kallar Sigurður Bragason. Það er nú gamalt og gott kerfi sem að Kristján Arason og Þorkils Óttar bjuggu til á sínum tíma. Það notuðu mikið þeirra uppáhaldskerfi. Já, góð dómgæsla og Silla skorar. Vel gert hjá henni. 15-11. Þetta var gríðarlega mikilvægt. Kveikir meiri neista og gleði í liðinu. Já, virkilega góð vörn á okkar stúlkum. Hendi komin upp. Já, þær fá ekki margar sendingar í viðbót. Nú þarf Emilía Dögg að vera tilbúin. Og frábær finta hjá Þóru Björg. Mikil mýkt í þessari hreyfingu. Já, boltan yfir. Og þar Arna Þyrí á ógnamarki. Glæsilegt. Og Helga Lúðvíka klárar. Rakel Sigmarsdóttir komin inn á sóknarlega inn á línuna hjá okkar stúlkum. Stelpa sem er tiltölulega nýkomin til liðs við félagið. Og Amelia Dís klárar vel hérna undir Emilíu Dögg. 16-13. Frábært mark hjá Örnu Þyrí. Hún er ekkert mikið að fara upp í loftið og svífa. Hún bara tekur þetta af gólfinu. Mjög góð skot, hnitmiðuð. Algjörlega frábær leikmaður í þessari deild, fyrstu deild, og hefur hjálpað okkur mikið síðan hún kom til liðsins í fyrra. Frábær sending í Örnu og Rakel fiskar hérna víti. Virkilega vel gert hjá henni. Góð rykking. Og líkt og með hana og Guðrúnu, þá er þetta stelpur sem eru nýjar í liðinu hjá okkur.
Bara alltaf gott að fá nýja og fleiri leikmenn sem að styrkja breiddina, styrkja hópinn og já, kemur kýlkerfið hérna, Amelia Dís fyrir utan. Já. Hérna hefði Guðbjörn geta látið þetta slæta. Þetta voru litla sakir. Fekk þetta bara frítt skot. Já, Andri Berg kallar hérna bara róa eina vitið. Nei. Við erum 4 mörkum yfir, korter eftir, 18-14. Fá bara gott mark, IBF heldur áfram að blúsa hérna Auði Brynju. Arna ætti að vera vakandi fyrir þversendingunni í horn á Sillu. Glæsilegt! Rakel Sigmarsdóttir með frábært mark. Mikið hlegið hérna á bekknum hjá stelpunum. Alltaf gaman að sjá þær hlæja og skemmta sér. Það er bara lykilatriði í íþróttum að hafa gaman á hlutunum og Nei. Já. Anita Björk með lúmst skot. Þetta þarf ekki alltaf að vera fast. Undir skot. Emilia Dögg veit upp á sig sökina. Átt að taka hana bolta. Nú þarf bara Guðrún að stimpla sinn. Hún er komin hérna í vinstri skyttuna. Hún er búin að eiga 3 skot sem að röttuði ekki rétta leið. Nú þarf hann bara að vera svolítið ákveðinn og velja réttu færin líka. Glæsilega, frábær markværsla hjá Töru Sól Úranusdóttur. Ég verð nú bara að viðurkenna, þetta er fyrsta skipti sem ég heyri þetta orð, Úranus, en virkilega vel varið hjá henni. Dauðafæri. Já. Helga fer inn í hugmyndin frábær og Amelia Dís klárar þetta. 19-16, 11 mínútur eftir.
getur allt gerst, en já. Já. Nú fer hendin vantilega að koma upp. Eitt vinstri. Já. Guðrún María ekki langt frá því að komast þetta í gegn. Nú þurfum við að fá skot. Frábær gabbreifingi á Helgu. Íbja stelpu vildu þarna fá skref. Ég er ósammála því. Þetta voru bara 3 skref. Já, ótrúlega góð varsla hérna hjá Emilíu Dögg. Úr algjöru dauðafæri. Þessi varsla mun fleyta okkur langleiðina vonandi með að ná í sigur. Það segir við skorum hérna. Já, hornið laust. Já. Arna ákveðin, vinna með Rakel. Já. Held þetta sé réttu dómur lína, en ótrúlega vel gripið á Rakel. Þetta er nú bara góður liðstyrkur fyrir okkur að fá hana þarna inn. Einhendi boltan. Þannig að hérna, en já, staðan 20-16, 8,5 mínútur eftir. Já. Vel spilað og Bríet klára vel. Andri Berg ósáttur með dómarana. Hann hefur eitthvað fyrir sér í þeim efnum.
Læsilega gert hjá Helgu Lúðvíku, fer hérna í gömlu góðu skotfekk fintuna og dribbla síðan og fyrir gegn. Já, Siggi Braga vill fá tekið myndi brottvísun. Ólöf skorar miklu öryggi. 21-18. Já, ég veit Brynja komin aftur inn á. Það er gott að enda leikinn á okkar allra sterkasta liði. Hún er búin að fá kærkomna hvíld hérna. Aðeins að kasta mæðunni. Katla næst búin að stela boltanum hérna. Já, vel spilað. En Tara Sól varði hérna vel. Og það er búin að minnka hann í 2 mörk. Frábær línusending hjá Amelíu Dís. Fekk hérna varnarmanninn í sig. Kom í gólsendingu á Bríett. Nú þurfa stelpurnar bara aðeins að vera með kaldan haus. Smá rólegar. Ekkert stress, ekkert óðagott. 6 mínútur eftir. Já. Já, aukakast. Nú fer að styttast í að hendi komi upp. Og Elín farið bara inn. Já. Skjóttu. Herri, hún er hreinlega búin að læsa markinu. Tara Sól. Bara ver og ver hérna, runni á hana æði, eins og einhver sagði. Já. Fjórar og hálf mínútu eftir. 21-19. Já. Já, smá æsingur hérna. Það er bara fylgir þessu. Já. Þetta var ákveðlega gott fyrir okkur. Íbjað stelpur kasta bara hérna beint út af. Nú verðum við að fá gott mark. Taka alveg góða 40-50 sekundna sókn. Fá hendina upp. Vera skynsamar. Og Arna Þyri fer langlegana með að tryggja okkur þetta. Já, nei. Bríett snögg að svara. 22-20. Stelpurnar verða að vera sneggri tilbaka. Erum að fá svolítið mörk á okkur í seinni bylgju og erum ekki búin að skila okkur heim. Já. Ólöf María skýtur hérna bara beint í Emilíu Dögg. Hérna var heppnin með okkur í liði. Einn hægri kallar Andri Berg.
Arna Þyrí fær mikið pláss. Já. Arna komtur nær og vinna. Nei, Silla fer hann inn á þröngu færi. Skýtur hátt yfir. 2 mínútur eftir. Já, góð vörn hjá Auði Brynju. Við þurfum að standa vörnina, megum ekki fá okkur mark núna. Að passa þetta línuspil. Góð hjálpa vörn hjá Elín Helgu. Stelpurnar einbeittar. Já, Ólöf vill stoppa tíman. Þurfum að passa að boltinn skilist ekki inn á Bríet. Já. Og Arna Þyrí, hún tryggir þetta hérna mínútu eftir. 23-20. Frábært mark. Já, réttu dómur. Þóra Björg mætir þetta bolta vel. Þetta er stelpa með mjög góðar hreyfingar. Já, Emilía Dögg skiptir og Anna Vala freista þess að verja þetta hérna. En Ólöf María bregst ekki bólistinn. Þetta er renn út hérna. Góðu sigur hjá Víki stelpum.